núna það svo að það ekki hægt að reka opinbera starfsmenn öðru sem þeir fái áminningu og hvað hvernig manstu hvernig áminningu og það sko bara rosalega flókið. Það þarf sko að vera, þú getur ekki kynferðislega áreittingu vera ámyndur og svo einhver síðan mætti fullur í vinnuna skilurðu eða vera alltaf að mæta seint. Þú veist, þetta þarf að vera eðlislíkbrot. Okay. 2 áminningar, þar þurfa að fara ákveðið ferli, þú hefur þar andmæla réttur auðvitað, þú veist, hérna. Og svo þarf líka að vera ákveðin tímarammi. Þannig að ég verið að kalla fram upplýsingar þetta í þinginu og þetta bara mjög lítið notað. Af því að yfirmenn hreinlega forðast að gera þetta og ég þekki þetta hafandi unnið hjá hinu opinbera bæði hjá Reykjavíkurborg og í stjórnkerfinu að það er frekar bara reynt að koma fólki fyrir. Þú veist, bara koma færa það til. Og áminningarskyldunni bara ofaukið. Þetta bara að gera það verkum að umhverfið sem að ríkið sem alltaf bara risastór vinnustæður bara ekki virkað sem skilur. Þannig að, svo ég skilji þér rétt, að það virkar þannig að maður gæti á einu ári kynferðislega áreitt samstarfsmann sinn og mætt fullur í vinnuna sama ár og síðan gæti maður kannski lamið einhver samstarfsmann sinn eða hvað. Já, akkurat. En já, þannig að maður gæti cirka að maður gæti áreitt samstarfsmann kynferðislega á 2 ára fresti eða eitthvað og þá áminninga. Já, ég veit ekki. Þú ert ekki mælað með þessu. Nei, ég er ekki mælað með þessu. En ég gæti gefið út leiðbeiningar. En þetta ekki notað af því að þetta ekki virka og það bitnar auðvitað langmest á samstarfsfólki. Og auk þess að þá það ofanlagt að þú vilt ekkert endilega bara losna við starfsmanna því að og áminna hann á undan skilur. Það mjög alvarlegt að verða fyrir áminningu.